Lofum Guð í dag, halleluja. Woo! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise on the valley. I praise on the mountain. Hallelujah. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. Tack Jesus. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Hallelujah. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Velkomin að samkomu, gaman að sjá okkur hér í dag. Við ætlum að lofa Guð í dag, má ég heyra amen? Amen. Við ætlum að lyfta upp hans nafni því að hann er trúfastur, má ég heyra amen? Amen. Takk Jesus. En við ætlum að lesa þetta vers umfram allt, hafið brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikurinn hylur fjölda synda. Má ég heyra amen? Við ætlum að bera kærleika hvor til annars, af því að kærleikurinn er það sem Guð er, og þegar Guð er, þá megnum við allt. Má ég heyra amen? Við ætlum að lofa Guð í dag, við ætlum að gefa honum í dýrið í dag, við ætlum að vera saman í dag og við ætlum að vera fjölskyld í dag. Halleluja. I praise when I don't. Hallelujah. I praise 'cause I know you're still in control. Is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Cause you're sovereign, I praise cause you reign. I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true. I praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, I praise cause you reign. I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true. I praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Takk Jesus. Halleluja. Við höfum alltaf að lofa drottinn með halleluja. Trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. Hallelujah. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours. God
verðugur, halleluja, þú ert verðugur að vera lofaður, halleluja. Dragðu okkur nær þér, Drottinn Jesús, halleluja. Dragðu okkur nær þér, Drottinn Jesús. Helgist þitt nafn. Drag mig nær þér, Guð, hætti geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú Drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér, Guð. Drag mig nær þér, Guð. Drag mig nær þér, Guð. Hætti geymdu mig. Hætti geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú Drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér, Guð. Svo ótrúlega nærvera þegar maður fer að lofa hann, halleluja. Takk, Jesús, helgist þitt nafn. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages.
the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Holy angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy forever. To the King you will always be, holy holy forever. Tack Jesus, halleluja. Helgat ditt namn, Jesus. Halleluja. Líður ykkur betur hérna núna heldur en þú komst hérna fyrst inn? Þið finnir muninn og það eitthvað sem gerist, það því að við erum að fara eitthvað hvað orðið segir. Ef við mætti biðja allir svo fólki geti séð þetta vers, fyrsta Korinthubréf 16. kapli, 1. og 2. vers. Hann allir ætlar að henda þessi upp á vegg og svo getum við lesið þetta aðeins saman af því að það er svo hollt og gott að gera það sem orðið segir.
Og við vitum oft þegar orðið að tala það þegar byrjar að bygglast eitthvað svona inn í okkur svona. Ég ætla að taka fár. Það verður oft erfitt. Erum við komin með vessið allir? Heyrðu, ég byrja bara að lesa það og svo sjáu þið að ég ekkert að ljúga. Hann byrjar á því að segja hér, Páll postuli, en hvað snertir samskotin til hennar heilugu? Það tala samskot í Biblíunni. Það alveg svo að tala lofgjörð, það tala að biðja, það tala að fyrirgefa. Og síðan segir hann, þá skulu þér einnig fara með þeir eins og ég fyrirskipa söfnuðunum í Galatíu. Þannig að það eitthvað fyrirskipun, hvernig á að taka samskot. Svo segir hann, hvert fyrsta dag vikunar, hvaða dagur það? Það sunnudagur. Hvaða dagur í dag? Það sunnudagur, já. Þá skal hver yðar leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leyfa. Til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. Vistu, þetta var svo alvarlegt á þessum tíma. Þeir voru að pæli að breyta að kalla hann Pál postula og kalla hann Pál posi, því hann ætlaði að hlaupa bara með posan og eftir liðinu, sko. Svo að það þurfi ekki að vera að redda þessu hérna á síðustu stundu. Það sem hann að reyna að segja okkur það að þetta eitthvað skipulag. Þetta ekki eitthvað svona henda klink í baukinn. Guð hefur einhverja meiningu á bakvið þetta. Og það sem við þráum í þessari kirkju að það að andrúmið sé biblíulegt. Andrúmið sé svona himneskt. Og þetta ekki vandræðalegt. Það á ekki alltaf að vera svo jarðaför þegar við erum að tala um peninga. Ég hef oft velt þessu fyrir mér þegar á samkomum. Það er rosa lofgjör og fólk grátandi og svo byrja að tala um samskot og hóli. Ég var bara klósti. Þetta er hluti af því að lofa Guð. Leyfðu mér aðeins, því að allt það sem ég tala við innan við 10 mínútur, það er kraftaverk, þið vitið það? Ok, þú veist það, Sippa. Ok, ég ætla að byrja á sögunum Rut aðeins. Þetta var ekki að hún var útlendingur, hún var ekkert efnuð, en hún átti hjarta fullt af kærleika. Á hebrisku heitir þetta chesed. Ef að pröfa þetta, chesed. Og hesed, íslenska nota 10 orð til þess að reyna að útskýra þetta orð. Og þetta er svona ósérplægin tryggð og elska. Og hún segir þetta í Rutabók 1:16 og 17, þá sýnir hún slíka tryggði Naomi að hún gæti allt hérna sagt, ég geð þér sjálfa mig, hver sem afleiðingin verður. Og áfram í Rutabók, 2. kapli 8. og 9. vers, þá stígur Bóas fram á svið og gerir hið ófyrirsjálega. Hann leyfir Rut, þessum gestkomandi útlending, ekkju, átti engin réttindi, að tína korn á ökrum sínum. Og þetta er svona klassískt dæmi óeigingjarna gjöf. Hann fær ekkert kvitt fyrir þetta, nema að gera það sem rétt gagnvart konunni sem átti svo lítið. Og ef við tökum svo pistil úr Nýja testamentinu, þá heyrum við í 2. Kórinthubréfi 9:7, hver gefi eins og hann hefur ráðgert í hjarta sínu. Hver gefi eins og hann hefur ráðgert í hjarta sínu. Þannig að þetta er hjartansmál. Þetta er ekki peningamál. Þetta er hjartansmál. Guð elskar glaðan gjafara. Guð elskar þegar þú fattar þetta. Hann þarf ekkert peningana þína. Hann þarf bara að þú lærir að treysta honum. Og hlusta á þetta. Guð, hann er ekkert með vasareikni á himnum mat og hver gefur mest. Hann er að skoða hvað hjartaleikur á bakvið gjöfina. Og Jesús sjálfur, hann minnir á þetta í Lúkas 6:38. Hann er búinn að tala um að dæma, hann er að tala um að fyrirgefa. Svo segir hann, gefið og yður mun verða gefið. Það er eins og hann sé að hvetja okkur til að vera svolítið eins og Bóas, sem gaf fátækur og bjarglausri mannesku tækifæri. Og þá fáum við sjálfa að upplifa Guðs blessun á nýjan hátt. Og í Mattheus 25:40, þá er hann í raun og veru að tala um dómstól Krists. Mattheus 25 er að tala um, nakin var ég, þið klæddu mig, ég var hungraður, þið fæddu mig, ég var þyrstur og þið gáfu mér að drekka. Og þá er hann að minna okkur á hvað við gerum, einum hans minnstu, það gerum við Kristi. Og það er dómurinn sem býður okkar, ekki til að hræða okkur, heldur til að minna á hver einasta gjöf skiptir máli í Guðsríki.
Svo verðum við að taka Filippibréfið 4. kafla og Páll postuli, hann skrifa Filippibréfinu og þakkaði þeim fyrir gjöfina sem þeir höfðu sent honum. Og hann segir ekki bara takk fyrir að borga leiguna. Hann segir í raun, ég gleðst mjög í drottni yfir umhyggjunu sem þið sýnduð. Þannig að þetta er svona umhyggjumál að gefa frá sér. Ég leita ekki eftir gjöfinni sjálfri, segir hann, heldur ávinningnum sem vex ykkur til góða. Þetta er Filippibréfið 4:17. Þannig að þið sjá, þetta er miklu stærri mynd heldur en að það sé verið að plokka eitthvað á þínu veski. Og það er eitthvað að í okkur, ég kannast svo sjálfur við þetta, ég var vandræðalegur, svo þegar maður fyrir að átta sig á því, Guð, hann er bara, kona mín sagði þetta svo vel daginn, hún sagði að samskot er verkfæri Guðs til að athuga hjarta okkar. Og hvað merkir þetta? Jú, Páll er að segja að gjöfin sem Filippímenn gáfu spretti úr kærleika og varpar ljósi á þeirra eigið hjarta. Hann telur það bæði gleðiefni og andlegan ávinning fyrir gefendurna. Þeir eru orðnir samstarfsmenn í verki Guðs. Enn fremur lofa Páll, en Guð minn mun uppfylla allar eitthvað þarfir og láta Kristi Jesú veita ykkur af dýrlegum auðæfum sínum. Náðu þessari stóru setningu. Þetta er Filippibréfið 4:19. Hann gefur ykkur á allir sinni auðlegð. Og hvernig opnum við þetta? Með því að opna hjartað, opna veskið og treysta Guði að þetta virki. Hann minnir þá á og okkur að þegar við gefum af kærleiksþeli þá mun Guð sjá okkur, jafnvel þótt við skiljum ekki alltaf hvernig það mun gerast. Rut gaf Naomi tækifæri og von. Bóas gaf Rut örugt skjól. Þau höfðu ekki endilega formlega tryggingar, þau höfðu aðeins chesed. Filippín gáfu Páli aðstoð ekki til þess að prýða eigið mannorð, heldur þeir töldu verkuðu skipta máli. Að sama skapi gefum við nú ekki til að fá klapp á bakið, heldur vegna þess að við viljum eiga þátt í elsku Guðs og verkum Guðsríkisins. Og þegar við tökum upp samskotun erum við eins konar bóa sem opnar agrana fyrir þeim sem hafa þörf á. Við erum líka eins og Filippímenn, við styðjum þjónustuna svo orðið megi ná lengra. Og við erum Rut sem við öll okkar höfum mist eitthvað, við höfum glímt við erfiðleika, en við finnum að Guð hefur fært okkur í faðm, jafnvel í gegnum kærleika kirkjunar. Svo elsku kirkjufólk, gefum eins og Rut gaf af sjálfur sér, eins og Bóas gaf Rut og eins og Filippímenn gáfu Páli, gefum að fúsum og frjálsum vilja með hjarta sem vonar og trúir að kærleiksins Guðs nái sem lengst. Og aldrei gleyma að Guð mun uppfylla sérhverja þörfiðar. En ef hann gat nota Rut, útlending og ekkju til að vera formóður Messíasar, það er Jesús, hvað getur hann gert með gegnum mína og þína hógværu gjöf? Og ég bara þakka ykkur fyrir að vera þáttakendur í þessu stóra verkefni Guðs. Megi Drottinn blessa hvert og eitt ykkar með gleði og fríð og gefa okkur öllum frábært Bóas moment. Með því að við tökum þátt í guðlega áætlun, þegar Rut hún gaf með chesed og Filippímenn gáfu með agape. Og við gefum að sömu ástæðu til að sýna að við erum hluti af samfélagi, kærleika og trúar, sem treystir því að Guð muni veita okkur allt sem við þörfnumst. Svo gefum að gleði, treystum á Guð og leyfum gjöfum okkar að segja, þitt fólk er mitt fólk. Þinn Guð er minn Guð. Drottinn, við komum fram fyrir þig. Eftir að hafa heyrt hvað orð þitt segir, þá biðum við eiga við hjört okkar. Drottinn, þú ert ekki að velta fyrir þér upphæðinni. Ég biðum að opna hjörtu þeirra sem er erfitt með að gefa. Ég biðum að opinbera fyrir okkur. Þessa opinberun að taka þátt í verki þínu með því að láta af hendi. Blessa einn og sérkvinn í nafni þínu, Jesús. Amen. Og pósin er frammi. Ég ætla ekki að fara að elta ykkur með pósan, sko. En Guð blessa ykkur. Áfram að lofa hann meira með. Svo gott að minna okkur á hver Guð er og líka þetta er hlut af lofgjör okkar, það er að gefa kærleik okkar, gefa peningum okkar, gefa tíma okkar,
gefa af öllu því sem við erum. Og hvað gerir Guð? Hann lætur ekki á sér standa. Amen. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. And every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul and captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name.
lost within your presence and speak Jesus. Heilagur ertu drottinn Jesús. Helgist þitt nafn drottinn. Heilagur drottinn þú ert. Kongur konga, drottinn drottna. Nafn þitt fyrirdomælt Jesús. Þitt myndi fara alla jörð, halleluja, inn í alla krók, inn í hvern heima, drottinn mín. Að nafn þitt verði lofað, halleluja. Halleluja. Að við gerum pláss fyrir þig, drottinn Jesús. Do
Amen. Og allir líðurinn sagði. Mögnu lofgjör hér í dag. Guð hér. Mamma allavega finnur það. Það nokkuð ljóst. Halleluja. Eigum við ekki að standa eins og fætur, bara örstutt. Áður en við förum inn í orðið. Það svo margt í þessum texta og reyndar öllum textunum sem voru hér uppi áðan. Og ég trúi því, ég fekk opaslega stertin í anda minn hérna í byrjun ársins, mér langar bara aðeins að deila áður en ég bið, að Guð vildi lækna okkur. Og ég veit ekki með ykkur, ég bara búin að fara í gegnum alls konar og ég trúi því að Guð ekki bara læknir okkar sko líkamlega, líka sálin okkar og hann bara vill gera okkur heil. Þess vegna kom hann til að setja saman brotin hjörtu. Og Biblían kennir að við förum í gegnum táradal í þessu lífi, en hann setur okkur saman. Og ég virkilega trúi því að hér muni fólk fá lækning og líf og tæki og tól til þess að nota í lífinu gegn óvininum. Og það hann kemur til þess að stela, slátra og eyða. Hann gerur okkur upptekinn af sársauka okkar, þannig að við gleymum honum ekki, en Drottinn vill hjálpa okkur til þess að svífa yfir kringum stöðnar. Og vera sigurvegarar í þessu lífi. Má ég heyra amen. Annað sem ég vildi benda á þá barnastarf frammi, krakkarnir fá eitthvað að borða og drekka, þannig að bara velkomið að fara með börnin fram. En við ætlum að biðja Callum, I'm going to ask you to pray, if you would, Callum. Yes, you, my brother. Would you pray? Yes. Amen. Just pray for the word. Heavenly Father, we thank you. We thank you for the work done on the cross in Jesus Christ, your Son. The very reason we are standing here today is because of him. We thank you that he not only died and took our sin and shame and disease upon him, but he rose again. He's resurrected, seated at your right hand. And I pray today, Lord, as your word is preached, as Sibba brings your word, that we would be open and receptive to hear. And not only hear, Father, but to be changed by it. Speak to us today, Almighty God. Thank you that you're present. Speak to us through your daughter, Sibba. Speak to us loudly and clearly. Heal us, set us free, and let us receive what you want to say to us today. In Jesus' name, amen. Halleluja. Amen. Þannig að ræðan þetta. Já, velkomin heim. Já, ég ætla að tala það. Takk fyrir, bróðir. Ég ætla að tala efni sem lækning til framtíðar. Má ég heyra amen? Ég veit ekki með ykkur, en ég vil lækningu til framtíðar. Ég vil að þessi sáramerki verði öðrum til blessunar og mér til styrkingar á göngunum með Guði. Og það það sem við ætlum að gera. Við ætlum að nýta allt sem við höfum farið í gegnum Guði til dýrðar og náð hans til vegsemdar. Hann veit alveg hvað hann að gera og hann stærri en allar okkar kringum stöður. Og mér langar til þess að fara í vers og tala efni í dag sem að við könnumst öll við og það sársauki. Og við ætlum að ræða það hér í dag hvernig við getum yfirstigið sársauka lífsins til þess að við látum ekki sársaukan skilgreina framtíð okkar. Ég ætla að segja þetta aftur. Þannig við látum ekki sársauka fortíðanar skilgreina framtíðina. Og mér langar til þess að fara í aðra Samúelsbók í 10. kafla og versi 11. Og þetta Davíð konungur eftir Guðs eigin hjarta. Og hann lesum saman. 2. Samúelsbók 10. kafla 11. versi. Nokkru síðar bar svo við að konungur Ammoníta dó og Hanún, sonur hans, var konungur eftir hann. Þá sagði Davíð, ég ætla að sýna Hanún Nahasinni vináttu eins og faðir hans sýndi mér. Davíð sendi því menn hans og lét þjóna sína færa honum samúðarkveðjur vegna fráfalls föður hans. Þegar þjónar Davíð komið til lands Ammoníta, sögðu höfðingjar Ammoníta við Hanún húsbónda sinn, heldur að Davíð hafi það eitt í huga að heiðra minningu föður þíns þegar hann sendir menn með samúðarkveðjur. Ætli Davíð hafi ekki öllu heldur sent þjóna sína til að afla upplýsinga borgina og njósna hana til að geta brotið hana. Hanún lét á grípa þjóna Davíðs, rak af þeim hálsskeggið, svo fyndið.
hálft skeggið, bara til helminga, og skera föt þeirra til háls, allt upp að þjóðhnöppum, allt upp að rassi, sem sagt. Þannig að allir skilji hvað þarna er verið að tala um. Já, og lét þá svo fara. Þegar Davíð hafi verið sagt þetta, sendi hann menn til móts við þá, að því að mennirnir höfðu verið niðurlægðir á svívirðilegan hátt. Lét konungur skila til þeirra, verðum kyrt í Jerikó þar til skegg ykkar er sprottið aftur. Þá skuluð þið koma heim. Mér langar til að varpa ljósi hér á í dag, að við höfum öll veikleika hér í dag. Við búum öll yfir sama veikleikanum, vinir, og það er það að það er hægt að særa okkur. Það er hægt að meiða okkur, það er hægt að stíga á tærnar okkar, það er hægt að segja hluti við okkur þannig að við getum hreinlega brotnað stundum bara á göngu í gegnum lífið. Og hver hefur ekki verið hér þar sem hefur verið talað viðkomandi með kannski ósangjörnum hætti, jafnvel sagt hluti sem eigi ekki við rök að styðjast og þú er særður nánast til ólífis og þetta hefur stundum verið gert aftur og aftur og aftur. Og vinir, Guð hefur lofað okkur að í þessum heimi að þá munum við upplifa örðuga tíðir. En við megum ekki missa mátt því hann er með okkur og hann hefur sigrað heiminn. Og vinir, þegar við áttum okkur að því að allar kringumstæður eru þannig að við eigum að geta sigrað þær, þá horfum við öðruvísi á kringumstæðurnar. Og vinir, Guð vill hreinlega kenna okkur að jafnvel þótt við rötum í ósanngjarnar kringumstæður, þá er hann með okkur. Og hann vil gefa okkur lækningu og hann vil gefa okkur líf þrátt fyrir erfiðleika og ósanngjarnar kringumstæður. Þarna eru þessir menn einfaldlega að gera vilja Guðs. Og oft er það þannig þegar við bröltum í blóð okkar og við viljum bara gera vilja Guðs, þá kemur mótstaða. Og vinir, mótstaðan kemur ekki til þess að drepa okkur. Mótstaðan er aldrei gefin til þess að við beygjum okkur undir mótstöðuna. Mótstaðan er gefin til þess að við rísum upp og förum yfir mótstöðuna. Það er það sem að Guð vil kenna okkur og hann kennir okkur aftur og aftur í orði sínu. Og Biblían talar með mjög skýrum hætti að við eigum ekki að leyfa þessum heimi að særa okkur til ólífis. Við eigum að halda augu okkar og frelsar okkar og við eigum að fylgja í fótspor hans og við eigum að leyfa honum að lækna öll okkar mein. Ekki bara líkamleg mein, heldur líka andleg mein sem er bara orsakast ósjálfrátt þegar við göngum í gegnum lífið. Og við megum ekki gleyma því að Drottinn, hann hefur raunverulega sigrað allt og hann er með okkur í för. Og í Lúkas 17. kafla þá er Jesús að tala. Hann sagði við lærisveina sína, eigi verður umflúið að menn séu tældir til falls, en vei þeim sem veldur. Betra væri honum hafa mylnustein hálsinn og vera varpað í hafið en að tæla einn af þessum smælingum til falls. Og þetta orð að tæla til falls hefur í rauninni með sársauka að gera. Það hefur með það að gera þegar við erum að pönkast á einhverjum sem eru kannski erfiðum kringumstæðum eða veit ekki hverju þeir eru, þá er vanblessun sem fylgir því. Er þið með mér? Halleluja. Þannig að það er vanblessun í því að vera þannig á göngunum með Guði. En Jesús er skýr. Hann sagði það verða erfiðleika, það verða ósanngjarnar tíðir, það verður hlutir sem að voru sagður þig, það verður jafnvel hlutir sem verður gerði við þig. Ekki láta það hafa áhrif á þig, það er bara hluti af þessu. En hafðu ekki áhyggjur því ég hef sigrað heiminn, segir hann. Halleluja. Þannig að það mun einhver niðurlægja þig. Það mun einhver særa þig, það mun einhver reiða þig. Það mun jafnvel einhver misbjóða þér. Það er ómögulegt að forðast það. Þess vegna þurfum við að læra hver er guðleg leið til þess að takast á við það. Því að það er guðleg leið til þess að lifa sigrandi lífi.
Og vinir, við þurfum að tileinka okkur það sem orð segir hlutina. Því hann segir við okkur, þið eru konunglegt prestafélag. Þið eru meira en sigurvegarar. Þannig að allt megna ég fyrir hjálp hans sem misstyrkan gjörir. Og þegar ég stend frammi fyrir kringumstæðum, þá minni ég mig á. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem að gera mig sterka. Ég get tækla hvaða kringumstæður sem Og reyndar það þannig að hvaða kringumstæður sem að geta gert mig sterkari á göngunum með Guði, hæfari á göngunum með Guði. Halleluja. Má ég heyra amen? Geta gert mig gladari á göngunum með Guði. Þetta hefur allt með afstöðu hugarfarsins okkar. Og Guð vil gefa okkur nýtt hugarfar. Og vinir, þegar við vöknum á morgnana, þá byrjum við ekki á því að fletta vísi.is eða MBL, ekkert að MBL eða vísi. Við byrjum að fletta í bókana. Við minnum okkur á hver við erum. Við minnum okkur á hver Guð Og þegar við stígum fram úr rúminu, þá erum við í krafti, við erum í djörfung og við erum tilbúin að sigra hver dag. Með gleðina að vopni. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að hvernig tökust við á við þetta? Vinir, það eru í Nýja-Sjálandi að þá 40% fugla, ég veit þetta alveg random að tala Nýja-Sjáland allt inni núna, en mér fannst ég verða að gefa þessa samlíkingu, það eru 40% fugla sem að fljúa ekki í Nýja-Sjálandi. Þegar þú ferð til Nýja-Sjálands þá bara fullt af fuglum labbandi ykkur og stubba af hverju, því að það engin mótstaða. Það mótstaðan sem kennir fuglum að fljúa. Það hættan sem kennir fuglum að fljúa. Það eru erfileikar sem að kenna fuglum að fljúa. Og vinir, það sem að gerist í mótstöðinni að við förum að vera vulnerable. Og oft á tíðum það þannig að þegar kemur mótstað í okkar líf, þá hlaupum við í felur. Það sem að Guð vill að við gerum að við hlaupum í fang hans. Ég ætla að segja þetta aftur. Það sem að við eigum að gera þegar við lendum í mótvind að við hlaupum í faðm hans. Og við förum að vona á Drottinn. Hvað gerist þegar við vonum á Drottinn? Við fáum nýjan kraft. Og vinir, hér inni fólk sem þarf nýjan kraft á göngunum með Guði. Og ég ætla að tala yfir ykkur nýjan kraft. Þegar við vonum á Drottinn þá fáum við nýjan kraft. Við fljúum upp á vængjum sem ernir. Og vinir, kristi fólk þarf að vera algjör í sérfræðingar að fljúa upp á vængjum sem ernir. Örnin þannig að hann lítur á vont veður sem áskorun til að fljúa hærra. Örnin ekki með kjúklingum á jörðu niðri, hann flýgur einn. Hann þarf ekki fullt af félagskap, hann veit hver hann og hann flýgur upp, hann flýgur ekki niður. Og vinir, það líking í þessu. Við þurfum að læra að fljúa upp en ekki niður. Vinir, allar kringumstæður geta gert okkur sterkari í Guði. Það fer bara eftir því hvernig við tæklum þær. Og Guð þarf að gefa okkur náð til að tækla hlutina rétt. Og ég virkilega trúi að við verum þannig fólk að þegar við mætum erfiðleikum að þá munum við horfa á þar og segja, Drottinn frábært. Hvað ertu að kenna mér í dag? Halleluja. Og alveg sama hvort eitthvað særi mig hérna úti eða segir eitthvað neikvætt mig. Ég veit hver ég í Drottni. Og þú þarft að vita það líka. Halleluja. Því hann elskar þig. Hann býr innan með þér. Sá sem reis upp frá dauðum býr innan með þér. Þannig að við horfum öðruvísi á kringumstæðurnar. Þannig að jafnvel þótt við döttum niður, þá sprettum við upp aftur. Því að hann með í för. Halleluja. Og hann trúfastur. Og hann réttlátur og hann miskunnsamur. Má ég heyra amen. Þannig að hvernig tæklum við það? Ég var að tala fuglana þarna erlendis í Nýja-Sjálandi. Hugsið ykkur, 40% fugla. Hættir að geta flogið. Út af það engin ógn. Ógnin hætturnar hérna úti, sársauki heimsins ekki til þess gerður til þess að meiða okkur. Hann getur látið alla hluti samverka okkur til góðs. Og vinið, það góða við svona erfiða kringumstæður að egóið deyr og egóið þarf að deyja.
Vitið það, mér líður bara miklu betur eftir því sem að mitt ego fer. Það þvælist fyrir okkur. En þegar við erum í drottni og við erum sterk í drottni, að þá getum við farið yfir hverja einustu kringumstæður og það bítur ekkert á okkur. Það bara gefur okkur eldsneyti til þess að fara hærra. Og kirkjan, þessi kirkja, verður alveg sérfræðingur í að fljúga hátt. Má ég heyra með hann? Takk, Jesús. Og það er áhugavert að skoða þetta með vindin. Vinir, flugvélar get ekki flogið nema í mótvindi. Það er keyrðar hratt upp, það er búin til vindur til þess að fá flugvélina til þess að lyfta sér upp. Mótvindur skiptir máli. Með sama hætti að þá fáum við enga vöðva í hinnu náttúrulega nema með mótstöðu. Ég hef oft hugsað þetta í ræktinni þegar ég er að lyfta lóðum. Mótstaðan gerir okkur sterk. Mótstaðan gerir það að verkum að ég verð sterkari. Það þarf mótstöðu. Með nákvæmlega sama hætti að þá gefur Guð okkur stundum mótstöðu í lífinu til þess að gefa okkur andlega vöðva. Og við þurfum að hætta að forðast þessa kringumstæður heldur að opna hjarta okkar fyrir þeim. Og leyfa Guði að lækna, ef að sársauki hefur sest að í hjartanu, þá þurfum að leyfa honum að lækna sársaukan. Og það er okkur ekki, við erum ekki kölluð til þess að labba hér með blæðandi hjartasár, ár eftir ár. Við erum kölluð til þess að leyfa Guði að lækna hjartasárin, rísa upp og halda áfram. Má ég heyra amen? Halleluja. Guð er nefnilega góður og hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Halleluja. Förum aftur í söguna. Þarna var Davíð einfaldlega konungurinn. Hann vildi veita vini sínum virðingu. Vinur hans hafði dáið, sonur hans hafði tekið við sem konungur. Og það sem að Davíð vildi bara gera er að veita konungnum virðingu. Alveg eins og við gerum og marga þjóðir gera. Þegar þjóðhöfðingi fellur frá og þá sendum við erindreka á staðina til þess að veita virðingu, til þess að blessa minningu viðkomandi. Þannig að Davíð hafði gott eitt í huga. En við sjáum það að þegar hann sendir sendimenn sína á svæðið, þá er nýji konungurinn greinilega komið með menn í kringum sig sem að talin í eyrans skringilega hluti. Og eitt sem ég vil benda ykkur á og skiptir gríðarlega miklu máli bara í ykkar lífi, bara persónlega, bursi frá öllu öðru. Veldu vini þína vel. Ég ætla að segja þetta aftur. Veldu vini þína vel. Ekki leyfa hverjum sem er að vera í þínum þrönga hóp. Ekki leyfa hverjum sem er að tala inn í líf þitt. Má ég heyra með hann? Stelpu bara ég. Tala inn í líf ykkar. Bara segja það. Ef þið vilja orð frá Guð, þá talið við mig hérna eftir. Þannig að, svona í alvörunni talað, það eru svo margir sem að klúðra þessu. Við erum stundum í góðmennsku okkar, höldum að það sé bara málið, þá leyfum við hverjum sem er að vera í kringum okkur og það er ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Reyndar talar Biblían það, höldum fókus, reyndar talar Biblían það, að vera vinur allra er til tjóns, sem að hljómar einkennilega út af því við hugsum elskum alla þjónum öllum, alveg klálega, en þú þarft ekki að vera besti vinur allra. Er ég að segja satt eða er ég að segja satt? Og ég veit ekki hversu oft Guð þarf að kenna mér þessa leksu aftur og aftur og aftur. Veljum vin okkar vel, í alvörunni talað. Við kannski hlæjum aðeins í dag, en maður hefur svolítið grátið við þessu. Ég veit ekki hversu oft ég vali vini sem eru bara ekki að vera í mínum innsta hring. Og Guð gef okkur náð að heyra röddu Guðs hvað þetta varðar, að velja vel fólki sem þú umgengst. Það skiptir máli, vinir. Það virkilega skiptir máli. Í öðru lagi, að þá hvatti Davíð á
að fara ekki beina leið heim. Tókuð eftir því í textunum. Davíð sagði við þá þegar hann heyrði að óförum þeirra, að þeir væru þarna nánast strípaðir, að þá sagði hann við þá, komið við í Jerikó og staldri þar við þangað til því hafið skeggið ykkar vaxið tilbaka og þið getið komið aftur heim. Og mér finnst þetta áhugavert, ég fór að lesa þessa frásögn, stoppið í Jerikó, jafnið ykkur í Jerikó. Af hverju Jerikó? Hvaða máli skipti Jerikó? Þegar þú skoða hvað Jerikó þýðir, þá þýðir það sætur ilmur. Jerikó þýðir sætur ilmur. Þegar einhver hefur gert eitthvað á hlut okkar, þá mikilvægt, vinir, að við leyfum Guð að vinna og koma inn með sætan ilm í okkar líf aftur. Það sem að gerist þegar fólk búið að særa okkur, það harðnar hjart okkar. Við verðum bitur. Við verðum jafnvel að vera reið. Við förum jafnvel að hefna okkar. Þessi gerði þetta við mig. Ég ætla að bera út sögu þennan einstakling. Hann skal að fá að finna fyrir því. En leið Guðs leið fyrirgefningar. Leið Guðs að sleppa tökunum. Og vinir, þetta lykill og maður heldur, margir halda, en ef ég að fyrirgefa, ég þá ekki bara einhvers konar lúser? Ég þá ekki bara að samþykja það sem við mig hefur verið gert? Nei. Fyrirgefningin hefur með það að gera, þú sleppir takinu og þú leyfir Guði að sjá einstaklingin eða kringumstæðurnar. Þetta í raun traust á Guði. Og vinir, þegar við erum komið þangað á gönguna, við þurfum að sleppa tökunum leið og sársauki kemur inn í okkar líf, þá þurfum við að læra að fljúga. Það bara þannig. Og ég ætla bara að segja við ykkur, fólk sem að lærir að fljúga fólk sem að lærir að sleppa tökunum á sársauka. Má ég heyra amen? Vinir, þeir sem að læra að fljúga, þeir sem að læra að þroskast á göngunum með Guði, þeir sem að sleppa tökum á sársauka. Guð vill nefnilega lækna sársauka okkar. Hann vill ekki að við skilgreinum okkur út frá sársauka. Hann vill gera okkur heil. Og verði svo, vinir, megi hann gera okkur heil í Jesú nafni. Halleluja. Og vinir, ég ætla bara að biðja yfir ykkur að sætleiki hans komi inn í lífi ykkar og gefa ykkur nýtt upphaf. Halleluja. Og við vitum það að skeggi talar náttúrulega bara virðingu. Frá þeim var tekin virðing og það var bara tekin mikið frá þeim. En Guð vill endur reisa okkur. Hann vill gefa okkur styrk til að halda áfram göngunni. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vinir, margir flaska á þessu. Við þurfum innri lækningu. Og stundum þurfum við að taka okkur tíma til þess að leyfa Guð að vinna inn í hjartan okkar. Og vinir, Guð þannig, hann kemur ekki, hann ryðst ekki inn í líf þitt. Hann yndislegur. Hann kemur blíðlega og laðandi, hann kemur inn í hjartað og hann græðir það. Og það sem ég hef fundið í mínu lífi, ég þarf að staldra við og segja, Drottinn, mér líður svona, ég ætla að gefa þér þetta. Og mér langar til þess að gefa ykkur bara mjög stutta reynslusögu frá mér, hvernig þetta virkaði í mínu lífi fyrir cirka 25 árum síðan. Ég var gjörsamlega úrvinda, búin að fara í gegnum hrikalega kringumstæður. Sibbamma mín hafði verið drepin. Hræðilega kringumstæð sem að bara komi fyrir okkur. Söfnuðin okkar klofnaði í kjölfarið og þetta var hrikalegt. Það voru svona 3 ár sem voru bara hræðileg. Og ég gleymi ekki, ég var svo bitur, reið og bara virkilega reið. Ég var reið fólki. Ég var reið gagnvart Guði. Ég skildi ekki upp né niður hvað var í gangi. Veist, út af því ég hef einhvern veginn reynt að feta þennan mjóa veg, en samt hef ég lent í alls konar. Af hverju? Og vinir, það var á einum eftirmiðdegi þegar ég og Alli vorum komin heim úr vinnunni, þetta maðurinn minn hann aftast. Við komum heim og ég var búin að þyngjast 30 kíló á okkurum 2-3 árum. Ég var bara ótrúlega þunglynd, leið illa, var í vanlíðan.
Og ég og maðurinn minn tókum ákvörðun á þessum degi, við ætlum að sleppa tökunum á þessum sársauka. Fyrsta skrefið bara að játa það út að þú hafi sársauka og þú ætlir að sleppa tökunum. Og vinir, ef að þú játar ekki það sem að í þínu lífi, hvernig á Guð að koma inn og lækna það? Þannig að við játum það fram, það ekkert athvört við það. Við settumst niður og við játum sásökun okkar. Og það sem við gerðum í kjölfari við sögum, nú ætlum við að hætta að tala dauða og við ætlum að tala líf. Og vinir, ef að þú ert í sásökafullum kringumstæðum, byrjað að tala líf. Og hvað meina ég með það að tala líf? Ég tala orð Guðs yfir líf mitt. Ég fer með ritningastaði yfir líf mitt. Ég minni mig á mörgusunum á dag, allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Sá sem að hafið hefur í mér góða verkið, mun og fullkomna það. Hann með mér allt til enda. Hann upprisan og lífið. Ég og lífið í gegnum hann. Og við þurfum að minna okkur á, við þurfum að tala út yfir kringumstæður okkar. Við þurfum að tala yfir hugarfarið okkar. Við þurfum að tala yfir hjartað okkar. Og við þurfum að leyfa Guði að koma inn í hjartað og losa það sem á ekki að vera. Halleluja. Og hann gerir það með blíðlega laðandi hætti. Og á einu ári, við tókum þessa ákvörðun einhvern tímann, ég man ekki, 2002 cirka bát. Við tókum þessa ákvörðun, við vorum opbóðslega meðvituð hana, bæði ég og Alli, vorum ótrúlega pirruð á lífinu. Svolítið pirruð á hvort öðru líka. En það jafnaði sig. Eins og sést. Og það það sem að gerist, út af þetta eins og krabbamein sem að kemur yfir allt lífið. Og það saurgast allt af þessu. Og þú ert bitur og þá verður þú bitur einhvern veginn út í allt og alla. En hvað gerist á innan við árið, þá hafði allt snúist við okkur til handa. Guð var búin að breyta líf okkar algjörlega. Ég hef búin að skipta vinnu, ég held ég hafi fengið 2 eða 3 stöðuhækkun. Og ég ekki að segja, aftur, ég nota alltaf, ég segi bara það sem að gerðist í líf okkur. Ég hef búin að grennast 30 kíló. Ég hef bara komin í rosalega flott form. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Það sem ég vildi sagt hafa að hugarfarið okkar hefur áhrif á allt lífið okkar. Og vinir, ekki leyfa djöflinum að koma inn með sársauka og vonbrigði og halda þér 20 árum aftur í tímanum út af því þú getur ekki sleppt einhverju. Guð mun láta þetta allt samverka til góðs. Og vinir, hann hefur gert það svo sannarlega með líf okkar alla. Við höfum farið bara eftir drottni og við, eins og Biblían kennir. Leiti fyrst ríkis míns og réttlætis og allt annað mun veitast þér að auki. Og það yfirflæði á öllum sviðum, fjárhagsbörnin okkar á öllum sviðum, þá yfirflæði. Af hverju? Út af því hann réttlátur. Þetta hefur svo lítið með mig að gera. Ég bara fylgja honum hver sem hann fer. Halleluja. Dísegviði. Allir í stöði hér í dag? Ég ætla að vona það. Þannig okkar leksía á þessari sögu. Farð á staðinn þar sem sætur ilmur. Sjá ykkur. Farð á staðinn sem sætur ilmur. Hvaða vin áttu sem að talar í þig líf og gleði Guðs? Áttu vini sem að stappa í þig stálinu, sem að minna þig á hver þú ert og minna þig á hver Guð Eigðu guðlega vini. Eigðu vini sem að hjálpa þér á beinu brautinni, þannig að þú sért ekki að vafra til beggja hliða heldur þú rati beinabrautir. Og vinir eru svo öflugir. Og ég svo blessuð, ég á ekki bara vini hérna, stelpurnar mínar, ég á frábæra maka sem hjálpa mér á göngunum með Guði. Þvílík blessun. Alli minn. Champion. Halleluja. Þannig að leyfum Guð að lækna okkur. Leyfum Guð að eiga við hjart okkar. Ekki öskra, ekki hefna þín. Vertu ekki einu sinni að því að svara tilbaka. Og í Rómverjabréfinu í 12. kafla, bara þannig að þið vitið að ég segi að byggja þetta algjörlega á því sem að orð Guð segir. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuði. Láti reiði Guðs að refsa eins og rita þér. Mín hefndin,
Ég mun endurgjalda, segir Drottinn. En ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta. Elskaðu bara fólk. Gef honum að eta og ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta safna þú glóðum els á höfuð honum. Og svo númer 21, og þetta alveg lykilatriði. Lát ekki hið illa sigra þig. Heldur sigra þú illt með góðu. Vinir, sigrum illt með góðu. Ekki láta hið illa sigra þig. Sigraðu illt með góðu. Farðu til Jerikó og leyfðu sætum ilmi himneska föður okkar. Að gefa lækningu inn í líf þitt. Að blessa líf þitt. Halleluja. Vonað á Drottinn. Það sem við gerum stundum í svona kringumstæð, við förum að forðast fólk, við förum að forðast út af því að hjart okkar sett, við förum að loka hjart okkar. En það sem að Guð vil gefa okkur traust á sig, þannig að við opnum hjart okkar enn frekar. Þess vegna segir hann við okkur, elskaðu óvinni þína. Það slítur böndum öllum sem halda þig tilbaka þegar þú fer að elska þá sem koma illa fram við þig, þegar þú fer að biðja fyrir þeim. Það það sem við eigum að gera, við eigum að biðja fyrir þeim. Og vinir, hann með síðasta svarið, hann svarið. Halleluja. Og Jesaja 40, ungi menn þreytast og lýjast, æsku menn njóta og falla. En þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Þeir fljúga vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og þeir lýjast ekki. Takið eftir þessu. Þeir sem að vona á Drottinn, þeir fá nýjan kraft. Þeir hlaupa og þeir lýjast ekki. Af hverju? Út af því að kraftur er ekki frá þeim komin, hann komin frá Drottinn. Og Guð vil gefa okkur öllum kraft til þess að fara að svífa yfir kringumstæðurnar en ekki láta þær knosa okkur. Og verði svo í Jesú nafni. Halleluja. Eitt svona bara alveg á lokum. Filistarnir áttu borgina Jerikó. Áður fyrr. Filistarnir voru eins og víkingarnir. Þeir voru alltaf að hefna. Og vinir, í eðli okkar, út af því við erum öll víkingar, þá erum við rosalega uppstökk. Bara segja ykkur það. Jóhann sérstaklega uppstökk. Bara varið ykkur á henni. Nei, ég er að grínast. Við erum öll sem víkingar út af því að það býr í hjart okkur, við erum uppstökk. Og filistarnir voru þannig að þeir voru að hefna sín alveg mann fram á manni og blóðið rann. Við þurfum að leyfa Guði að taka hefndina. Við þurfum að leyfa Guði að lækna þetta og treysta því að hann mun vel fyrir sjá. Halleluja. Má ég heyra amen. Og ég virkilega trúi því, ef við sleppum tökunum á sársauka fortíðarinnar og við vonum á Drottinn, þá munum við styrkjast, við munum eflast. Við verðum fullorðin á göngunum með Guði. Við hættum að taka hlutunum svona persónlega. Og við gerum eins og Jesús sagði lærisveinum að gera, ef þið takk ekki á móti ykkur, dustið þá rykið. Látið ekki hlutin að setjast á ykkur, dustið af ykkur rykið og haldið áfram. Og vinni, hér í dag það fólk að fara að dusta af sér rykið og halda áfram. Hverju vilja dusta af sér rykið og halda áfram? Amen. Tísik við rísum að fætur. Halleluja.